Á tímum heimsfaraldurs eru mönnum settar skorður og fjöldatakmarkanir setja áform þeirra í uppnám. Birgir Guðmundsson sem ver doktorsritgerð sína í stjórnmálafræði í dag engu að síður mættur hér í Veröld hús Vigdísar til að tala samband fjölmiðla og stjórnmála. Stúdentafréttir hittu á doktorsefnið og spurðu út í efni ritgerðarinnar. Fjölmiðlakerfið að breytast á Íslandi eins og reyndar alls staðar og það ein af mínum niðurstöðum í þessu að við erum komin í empirískt búin að sýna fram á það telji að við höfum hér það sem við köllum svona blandað fjölmiðlakerfið eða blendingsfjölmiðlakerfið þar sem við erum með miðlunarrök, netmiðlunarrök og svo hins vegar hefðbundin miðlunarrök. Þetta blandast saman en þetta hins vegar mjög eðlisólíkir hlutir. Þú ert annars vegar með þetta gamaldags eða hefðbundna þar sem einhver einn eða fáir að tala við marga og sem umræðinu stjórna. Svo ertu hins vegar með netmiðlunarrökin þar sem að margir að tala við marga og það allt önnur lógík sem í gangi í þeirri miðlun heldur en hinni. Svo þegar þetta blandast saman þá fáum við svona útkomur sem við erum með þetta hefðbundna þetta blandaða fjölmiðlakerfið eða hybrid media system sem hefur svona ákveðna eiginleika sem við sjáum síðan í dag. En hvernig þá að verja doktorsritgerð á COVID-tímum? Þetta náttúrulega ekki nærri því eins svona hátíðlegt að hafa þetta svona eins og sem sé yfir bara á netinu eða online eins og við kalla það. Eins og það hefði verið að hafa fólkið í fullum skrúða marserandi hér inn í hempunum sínum og svo framvegis og allt tilstandið í kringu það. Þannig að þetta aðeins öðruvísi. Eins og kom reyndar í ljós á tækniæfingunni í morgun að þá voru andmælendurnir sem sitja út í Svíþjóð og út í Danmörku og verða hér bara á Zoom og tala og það tæknimennirnir hér uppfylla öll skilyrði til þess að gera þetta almennilega. Þeir töluðu það einmitt að það gæti nú líka verið bara ágætt að hafa þetta svona mörgu leyti vegna þess að það sem gerist í þessum Zoom-samtölum líka það að það umræðan skila sér miklu betur til allra sem að fylgjast með vegna þess að það ekki spurning það að byrja hvað var hann að segja þarna einhvers staðar út í sal eða einhver maður heldur heyra allir jafnvel í öllum og það alveg skýrt hver að tala, það grípur enginn fram í fyrir öðrum. Þannig að þetta hefur auðvitað kosti og galla